Það þekkjast allir þar, eru allir skildir þar eins og Íslandi eða? Sko reyndar, þá náttúrulega alveg rosa mikið um það. Já. Og ég einmitt var að tala með daginn, ég hugsaði sko, eru þeir ekki með svona eins og við erum með, svona Íslendingabók? Af því að þeir þurfti svo sannlega meira á því að halda á. Og talandi um það, að þá mér þess að sko ákveðin svona, nú notaði bara ensku orðið, því ég veit ekki íslensk orðið, svona inbreed veiki, sem að kallast færiska veikin. Já, ok. Og finnst eiginlega bara í Færeyjum. Já. Er það þá andlega veikindi eða? Nei, þeir eru líkamlega. Já, ok. Börnin fæðast rosalega fötluð og ná yfirleitt bara ekkert að ná oftast engum aldri. Bróðir mömmu minnar, hann sá eini í systkinahópnum sem að fann sér færiskan maka og hún ekkert eitthvað náskild okkur en auðvitað einhver frænka einhver staðar aftur eftir sko. Og þeirra gen eru þannig bara að ef að þau eignast barn, þá eru 75% líkur að barnið sem færisku veikina. Já. Og þau í rauninni hafa átt 4 börn og það bara 1 lifandi í dag. Úff, það er rosalegt. Það er rosalegt sko. Það ég var eitthvað neina datt þetta ekki í hug, en það hlýtur bara að vera, þú veist, ég meina, þetta er bara á Íslandi, við erum öll inbreeds, þú veist, þetta er náttúrulega bara, útlendingum finnst það alveg magnað að við séum öll skild, þú halda að við séum að djóka þegar, þú veist, maður segir þetta, en það er bara þannig. Það er þannig, þess vegna finnst mér líka alltaf svona pínu fyndið þegar maður heyrir einhverju svona sumu fólki, þar að segja, sem svona vill ekki fá svo útlendinga og þú veist, einhvern veginn svona streitist á móti og eitthvað og þú veist, og maður er svona, þetta er svo þarft fyrir okkur. Já. Er svo þarft að fá bara blandast og því meira sem við blöndust sem mannkinn því sterkara í rauninni verður genið okkar.